Já, kæru hlustendur, þá klukkan orðin svo mikið sem 3:04 og þátturinn FM 95 Blöð hafið göngu sína hérna þennan drottinn stýrðar 50 daginn og beint á móti með sittur snillingurinn og meistarinn Hjörvar Hafliðarsson eða Hjöppi K, verður velkominn. Þú kallar alltaf alla meistara sem að koma í hérna það. Já, ég veit það. Hættu. Nei. Hvernig ertu? Ég ágætur. Það ekki? Jó. Ágætur? Ég hrikalega góður, þetta minn mánuður, janúar. Já, þú sagði mér einhvern veginn að þú hefði tekið andlegu hliðina í gegn í desember, eða ekki? Nei, 2011. Bara allt árið? Þetta andlega hliðin í marathón, sko. Já, ok. En 2012, þá ætlar að taka í gegn líkam? Já, ég tek líkamann í gegn 2012. Já, ok. Eða musterið eins og ég kalla það. Musterið þitt, og hvernig gengur það? Ertu komin á fullt? Ríkala vel, það gaf fyrir. Maður heyrir að þér þarna í völklaus bara alla daga? Já, ég bara... Það bara allt á fullu. 80 mínúta cardio í morgun? Já, það er rétt hjá þér og meira á morgun og það er allt gert villust að sorry. Já, svona vél eins og þú hættir ekkert eftir 80 mínútur. Nei. En við Hjörvar, við erum með, stútfullan og skemmtilegan þáttandekur í dag. Við ætlum að heyra í honum Brjánbreka hérna setna í þættinum eins og alltaf á 50. Við erum með góðan gest og það fyrirlið íslenska landsliðsins í handbolta, Guðjón Valur Sigurðsson. Er hann ekki fyrirlið fyrst Óli ekki með? Ég held það, hann var alltaf varafyrirlið. Jú, hann fyrirlið, held ég alveg öruglega. Já. Hlýtur að vera. Já, hann alltaf var svona reynslumesti hérna. Hann reynslumesti leikmaðurinn. Já, og hann kemur hérna eftir að því að Kjullinn var hjá mér hérna mánudaginn eða þriðjudaginn, hann Aron, hann hafði verið gaman að fá að heyra hans í svona reyndari leikmanni eins og Guðjón Valur þeir eru náttúrulega leiðinni út helgina og byrja Evrópumótið í handbolta á mánudaginn og ég verði að viðurkenna að mér finnst ekki, maður verður ekkert alltof mikið var við það að Ísland sé að fara að keppa í EM í handbolta. Þetta er ekki svona sama geðsíkin og var í kringum HM í fyrra. Nei. Það er svona, og við þurfum aðeins að fara að peppa þetta upp. Já, og þetta er akkurat eitthvað svona sem að þarf núna bara í íslenska menningu. Það er eitthvað þunglindi og það er eitthvað debur hérna yfir landinu og ég reyndi að finna ekki verið í. Nei, mér náttúrulega bara janúar partímánuðurinn, sko. Já, þú náttúrulega tókst líka andlegu hliðinu svo gjörsamlega í gegn í fyrra að þú ert alveg tilbúinn. Ég er náttúrulega í jafnvægi allt árið núna. Já. Fyrir fólk sem er ekki í jafnvægi, hvað getur þið gefið einhverja punta? Já, kaupa arinn. Kaupa arinn? Já, kaupa fiskabúr. Já. Og gera hvað við fiskabúr? Henda út öllum raftækjum. Já. Og reykjelsi. Og stunda íhugun og jóka. Þannig er það andlegu hliðin í gang. Þú varst ekki komin í jóka samt, eða? Jú. Nei. Jú. Ekki ljúalegu stundum hér? Nei, ég er í jóka. Í alveg? Já, ég er bara heima. Já, ok, bara einn. Ég er svo skjaftaði maður. Akkur ekki? Nei, ég meina okkur ekki, það er góða spurning hér. En við allavega, eins og ég segi, við Hjörvar erum með þéttan og góðan þátt. Er einhvað sem þú ert að koma hérna framfæra áður í spila fyrsta lagi fyrir þig? Já, svo erum við með hérna góðulakeppni. Já, alveg rétt, við ætlum að taka það í fyrsta sinn núna. En byrju, ég er búinn að velja með lag. Spila maður allt lagið eða? Nei, bara 90 sekúndur, ekkert að drepa fólki með öllu laginu, sko. Drepa fólki? Lagið sem vinnur fær síðan allan tíman. Já, ok, ég til ég. Þetta er ekki flókið, sko, og svo svo ætlum við að vera með tuðhotnið. Já, tuðhotnir á sínu stað líka. Þeir sem ætla virkilega að tuða, undirbúið tuðu ykkar þá núna. Já, ég nenni ekki að fá eitthvað svona ég vil tuða vitið hvað það ætla að tuða. Já. Og það er líka, það er ímislegt að tuða núna. Það er nóg að tuða, sko. Já. Það er nægð að taka. Já, það er líka fínt að geta sett það bara allt í eitt hotn, þá er fólk ekki að tuða með hann. Herðu, farðu undirbúið tuðin ykkar og með svo sögum Guðjón Valur hérna á leiðinu annan. Þetta fyrsta lag. Þetta er gott lag, má ég heyra hvað þetta, heyra byrjunina. Er það náðu gott fyrir það? Þetta áttu að vera lagið mitt í góðulagakeppni, já, ok. Átti að vera lagið hans Hjöppa í góðulagakeppninni, en þú verður bara að velja eitthvað nýtt lag, eða ekki? Jú, ég finn bara eitthvað nýtt og ég finn náttúrulega aldrei betra lag en þetta. Nei, ég meina ekki. Þetta var valið bestra ásins 2011 á bæði CBS, NBC og CNN. Þetta lag? Já, international love. Tveir hittust artistar ásins mættir þarna saman og... Pitbull og Neo eða? Neo, þú veist ekkert tónlist. Þekkir ekki Chris Brown. Er þetta Chris Brown að það með? Já, veist ekkert. Herru, mér er eiginlega bara sama. Þetta er Neo. Já, er hann ekki með hann í einhverju lagi eða? Þetta er Neo. Er hann ekki með hann í einhverju lagi eða? Chris Brown. Jú, hann er í laginu. Hann er í lagi sem heitir Give Me Everything. Já, þetta er allt sami grauturinn. Nei, þetta er nefnilega ekki allt sami grauturinn. Þessu lagi hafði hann aldrei spilað fótbolta en samt skora snertimerk allstaðar. Já, þetta er æðislegt. Það er ótrúlegt hvað menn geta haft gaman af Pitbull en það er eins og að komið... Nei, Pétur Jón, fokkaði sjálfnöður hann. Hann har sett okkur pötan hérna. Herðu, já, við
það komið að slúðri hérna í FM 95 Blö og Hjörvar, þú ert ekki mikill slúðurkongur? Jú, ég mikill slúðurkongur. Já, þetta sem sagt að nýja hjá okkar, þetta önnur innkoma en núna alltaf slúður. Herðu, fyrsta slúðurdagsins fjallar Halle Berry en hún víst trúlofuð. Nú, jæja. Já. Og hver svo henni? Herðu, Oliver Martínez. Já, herðu, það leikar eða ekki? Já, þau sem sagt kynntust við, gerð kvikmyndina Dark Tide og eru búin að vera óaðskiljanleg síðan. En hvernig þetta fyrir þig að heyra þessa? Því að þú ert nú með smá black fetish eins og allir vita og Halle Berry hefur svolítið verið í uppáhaldi að þér. Halle Berry ekkert bara í uppáhaldi með, hún hrikalega falleg. Já, ég segi það, hún alltaf verið í uppáhaldi að þér því að þú verið með hann fetish. Ég ekki með neitt fetish. Hvað er það að butta þetta? Hvernig fer þetta í þig? Hvernig fer þetta í þig að hún sé að fara að trúlofa sig? Bara gæti ekki verið meira saman, ég bara óskinn alls hins besta, sko. Ok. En til ámyggjum með það, Ali, út að hlusta. Já, ætti þetta ekki að vera að dröfla með það? Já, ætti að vera það, já. Herðu, ok, svo það næsta, það fjallar líka giftingar, því að Jennifer Aniston, hún vist núna í ástarsorg, því að, kærastinn hennar Justin Theroux, heitir hann. Skemmtilegt nafn. Já, Justin Theroux, hann bað hennar ekki á jóladag eins og hún hélt hann ætlaði að gera. Hún var búin að ræða það af vinkonu sínar að hún héldi að Justin Theroux væri að fara að gefa henni bónorð í jólagjöf eða hring, en Justin greið, hann gaf henni bara tösku. Wow. Sem hefur væntanlega verið eitthvað rándýr taska. Ég held að hann hef ekkert bara keypt eitthvað, skilur, ekkert eitthvað leður bara hérna út í kaupfélagi Skagfirðinga, sko. En hann gaf henni bara tösku og hún var vist alveg brjálu og þau rifust öll jólin sem endaði með því að Justin Theroux, hann bara svaf hjá félaga sínum í íbúð félaga. Svaf hann hjá félaga sínum? Já, í íbúðinu hjá honum í New York. Þannig að hann bara flúði, hann náttúrulega býr með henni. Já, hann svaf með honum, sem bara heima hjá honum. Já, bara ég að minna. Það er svona eins og, veist, þú myndir fá að hoppa í sófanum eða eitthvað. Hann svaf ekki hjá honum. Nei, hann var Jennifer Aniston leiðileg þá. Þetta hefði gert þetta slúðu miklu skemmtilega. Hann verið það reiður, hann hefði fyrir reiður félaga sínu. Bara, hún heimtir að giftast. Hey, rólegur. Já, herðu. En hérna, já, hann rækið mér einhvern takka og fór hérna niður. Herðu, en hérna, rosalega þetta eitthvað leiðilegt að heyra. Já. Man hefði aldrei, ef þú verið kona, myndir ekki frekar vilja að þetta gerist óvænt. Þetta er að búast við þessu. Já. Veist. Og hver biður bónorð í jólagjöf, skilur? Það er ekki svona, þetta er eiginlega bara frekja Jennifer Aniston. Það hugsaður út í það. Hvernig ætlar þú að gera þetta þegar að stóra deginum kemur? Upp á Esjunni? Ætli það ekki? Það var reynda drullun eftir. Fátt sem að við finnst skemmtilegar en að fara ferskur og sunnudum upp á Esju. En klukkan 0:00 árið 2020 eða eitthvað áramótum. Pældi í þessu? Ég get alveg hjólað eitthvað svoleiðis líka. Ég held að ég þurfi ekkert að hafa ágjörða þessu núna á næstunni, en hérna, já, allavega, þá vitið það, Jennifer Aniston. Ég sagði líka 2020, sko. Já, takk fyrir það, takk fyrir þess að fanta að trúa mér. Herðu, svo það síðasta slúðrið, það fjallar líka, þetta er allt hjónabönd hérna núna, maður. Já. Það er Ashton Kutcher og Demi Moore, eins og flestir vita, þá eru þau hætt saman. Nei. Jó, hætt. Þegiðu. Nei. Herðu, en nú Demi víst byrjað að hitta eitthvað nýjan strák sem að heitir Blake Coral Barrietti og er 26 ára gammal. Okay. Hún er 49 ára sjálf, þannig að hún byrjast vera svolítið fyrir ungu strákana. En hins vegar er Ashton Kutcher, hann gengur ennþá með giftingarhringinn. Okay. Þannig að hann virðist ekki alveg búin að gefa upp á bátinn, en Demi Moore er hins vegar she's moving on, eins og ég segja. Já, Demi er bara þannig stelpa, hún heldur alltaf ára. Já, spæði, Demi Moore er 50. Já, það er satt alveg eðlilegt að hún sé 50 þegar maður, þú veist, Ghost er að vera 25 ára gömul bíómynd, sko. Já, en hún lítur ekki út til að vera 50, sko. Þetta er svona, hún er í toppformi. Já, ég menna, er þetta bara photoshopað? Bara allt sem hún gerir, bara bíómyndina líka. Allt sem hún photoshopað. Nei, hefur eitt smávallamann segja Ashton Kutcher? Nei. Það er mjög fyndið. Nú, hvernig segja hana? Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Herri, jæja, þetta var slúður dagsins. Hjörvar var stánað með hennar pakka. Já, ég var að vonast til að fá kannski eitthvað verulega gott slúður. Já, ég er enda sko, ég var ekki búinn að heyra þetta með Jennifer Aniston til dæmis. Nei, mér finnst það mjög ómerkilegt að hún hafi verið að bíða eftir einhvern hring. Mér finnst þú ómerkilegur? Nei, ég var ekki að setja út á þig, ég var bara að setja út á slúðupakkan. Já, sem að ég gerði. Þú getur gert miklu betur en þetta. Ég lofa betur næst. This old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes.
gone away. I watched you disappear. Herðu þeir að hlusta hérna á FM 95 Blöð og FM 957. Það er Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason með ykkur, eða Hjöppi K eins og hann kallar sig í útvarpinu, og verður með ykkur alveg til 6. Á leiðinni er engin annað en Guðjón Valur Sigurðsson sem er svona, þú veist, drauma tengdasonur íslensku þjóðarinnar. Þetta er strákur sem er með allt á hreinu, það er aldrei vesen á honum og einn besti íþróttamaður sem að, já, við höfum átt lengi að mínum mati. Hann er hérna rétt á kominn. Svo erum við líka með Brjánbreka, Tuðhornið, Flottulagakeppnina og fleira, þannig að það er nóg framundan. En Hjörvar, ertu aðeins einhvers staðar? Já, ég er hérna. Já, sæll að blessa þér. Ég var að lesa hérna á FM preppinu að fólk lýgur mest í janúar af öllum mánuðum. Ekki desember? Ekki desember. Ok. Það er, samkvæmt þessari könnun, þá ljúga flestir í janúar, og þá er aðalega verið að tala að fólk sé að ljúga það er að ýkja, og það er að ljúga nýjársheitin sín, það hefur ekki staðistök, og aðalígin fjallar detox og exercising. Þannig að það er í rauninni, afvötnun eða svona. Detox? Já, það er svona hreinsun bara eitthvað. Einhver hreinsun? Já. Það þú setur sest á einhvers konar hálfgerðan staut og setur hann upp í rassinn á þér og Nei, ég ætla að tala það svona Jóninu benhreinsun. Það er ekki detox? Jú, það er enda detox, jú, en það er ekkert eitthvað stautur, það er farið með svona ryksu. Ljúga nýjársheitt að hafa ekki staðistu? Er fólk virkilega að segja, ég ætla að gera þetta en hættu við það? Nei, það er frekar til dæmis, ég myndi að segja við þig, já, ég ætla að hætta að taka vöruna til þess og svo myndi ég ekki hætta en segja þegar ég verið að hætta, sko. Nákvæmlega sem þú gerðir, reyndar. Nei, ég gerði það ekki raskat, nei. Þú sagðist alltaf að hætta þessu. Já, og hvað er ég ekki hættur í það? Nei. Ertu múin að sjá mig vöruna í dag? Nei, en ég sá það á sundaginn. Nei, verðst ekki að ljúga hlustandi með það? En ok, þannig að maður lýgur mest í janúar. Já, það er málið. Ég lýg alltaf mest í desember. Já, ok, út af gjöfunum og svona. Já, bara alls konar, ég þarf alltaf að koma úr einhverju vesen. Ég lýg ógeðslega mikið í mars. Nei, en hvað er það besta lýgin þín núna í janúar? Ég er bara ekkert voðalega mikið fyrir það að ljúga. Ég mun standast mitt í janúar heiti eftir að reyna að fiska þá. Ég hef ekkert klikkað á því, sko. Býtu, hvað er að þér? Akkur að láta þess að ég sé að ljúga? Ég trú þér. Já, þannig að, nei, bara hingað til hef ég ekki alveg logið í janúar, en þú ert maður að ljúga eitthvað? Já, nú ljúga, helling. Þú hikar ekki við hendi hérna góða lígi? Nei, ég bara síðast í World Class í gær verði ég að ljúga. Nú, hverju löftu? Ég var alveg mýga á mig, fór hann í, semst það er klósett þarna, kall og kvenna, og kallaklósett það verið bara upptekið 7 mínútur. Það var bara þannig að þú er ekki geta ítt svona aðeins í magan á mér. Það er bara pissa á mig í fyrsta skipti síðan ég var 30 ára, sko. Já, ég fíla það. Þannig að ég bara panika og ég kvennaklósett þarna og notar það enginn, þegar konur vilja þá bara fara niður og fara á klósti og þurfa alltaf að gera einhverja helling fullt af hlutum þegar það eru á klóstinu. En ég fór bara inn á kvennaklóstið, pissaði þar og slakaði þarna á. Það heyrði ég einhverja konu voru að banka, það byrjaði að banka. Vandræðilegt. Ég bara, ég er að fara að labba út á kvennaklóstinu og þannig að ég bara fekk allt í þessar frábæra hugmynd. Reif pappír, hélt svona nefið á mér, labbaði út, þá kom það rættilega. Kanntu ekki að lesa? Þetta er kvennaklósettið. Ég sagði, já, sorry, ég blóna síðan ég veist að, fyrir ekki það. Ég labbaði svona með pappír, alveg svona í svona hálfa mínútu, tjekka hvort það var ekki farið inn á helvítisklóstið og hætti síðan pappírnum. Já, ok, voru það að fara saman inn á klóstið? Ég veit ekki hvað það voru að gera, það voru tværi þarna. Þetta er, ég verð að gefa það, þetta var hrikalega flott lausn. Já, þetta var flott lausn, en sko málið er það, maður er búin að gúttira það alla sína ævi að konu fara inn á kallaklóstið. Já. Það er eitthvað fyrir hrikalega í töðunum þegar maður er á einhverju skemmtistað og konur eru, þú veist, maður að býða maður alveg í sprengi með spéblöður og get ekki pissað fyrir framan aðra, sko, þannig ég get ekki farið í balan eða pissuskálanar, þannig ég býð alltaf eftir salerninu, sko, og svo kom einhverja stelpur út af því saman. Það er óþólandi. Já, en ég skil þær vel að þær nenni ekki að hafa þig á kvennaklóstinu. Nei, en þú veist, það er ekki eins og ég er mjög út fyrir, sko. Það er bara eitthvað sem ég valdi. Tekur þú eins og Pétur Jóhann, sestu þegar þú pissar? Nei, ég legg hann bara onni og læt hann bara liggja á skálinni og læt hann lega úr honum. Þannig að þú pissar á hnjánum? Nei, ég er bara stend, þú pissar á hnjánum ef þetta er legg hann onni og læt hann bara liggja í skálinni. Já, þar hafið þið það. Ég er ekki að ljúga þessu. Þó að fólk ljúi mikið í janúar, þá er ég ekki að ljúga þessu. Ég er að fatta staðfæð. Það er mikið logi í janúar. Ég er búin að heyra allavega 3 legar hérna á stundum tíma. Við ætlum að fá stuttar auglýsingar og komum svo grjótarlegar aftur. Magasín á FM 957. Í hverju viku veljum við eina ábreiðu sem er coverlag af YouTube. Send okkur link á magasín.fm.is ef þú ert með einhverja skemmtilega tillögur. En svona hljómar ábreiðan í dag.
morgna klukkan 7. Morgun þátturinn Magasín. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listin í beinni útsendingu alla laugardaga klukkan 4. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Íslenski listin á FM 957. Skoðaðu listaninn á fm957.is. Hæ, þetta er Erna Hrönn. Að vita, að heyra, að sjá en láta ekki vita og gera ekki neitt er versta eineltið. Stöndum saman gegn einelti. Túborg kynnir kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Ein bjartasta vonin í íslensku tónlistarlífi, Samaris, kemur fram og það verður að sjálfsögðu plötuslúður í búrun eftir tónleika. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn. Guðavegarnar verða að sjálfsögðu á veskisvænu verði. Bar 11 og Túborg fyrir fólki í landinu. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Barnaamalið á heima hjá okkur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Útsölulok í Veromóta. Enn meiri verðlækkun. Veromóta Kringlunni, Veromóta Smáralind. Fimmfaldur lottobotturinn stefnir í 43 flughálar milljónir. Lifðu þér smá lottó. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredia.is. FM 95 Blö á FM 95. Þetta finnst mér eitt flottasta lagi á stöðin í dag, No Light, No Light með Florence and the Machine. Þetta er nálega getið verið flottulega keppninni á mér líka, Hörður. Já, þetta var mjög leiðilegt lag, en við erum konum með frábæran gest. Já, það er akkurat málið sem að þetta snýst allt saman núna. Það er gestur þáttanins, hann er mættur inn í stúdíóið. Þetta er, já, einn af okkar bestu handboltamönnum, Guðjón Valur Sigurðsson, verður velkominn. Takk fyrir það. Já, getum við ekki sagt þegar Óli Stef er ekki með, þá er þetta okkar besti handboltamaður. Já, svei með það. Er það ekki, Guðjón? Þú varst eitthvað að ræða það? Nei. Þú viltu meina það áfram. Ertu fyrirliði núna á þessu móti þegar Óli er ekki? Já. Þannig að þú lyftið dollunni fyrir okkur? Já, er ekki verið. Er ekki gott að vera laus í Óla, allt bölli í honum? Nei. Er það vont? Það er aldrei gott. Það er alltaf slæmt að missa leikmennu svo Óla úr hvaða lið sem er. Þannig að við komum til með að saknas, en það er fullt að tækifærum í sig líka. Getur ég Óli er búinn að vera hvað með á öllum stórmóndum síðan bara HM var haldið hér á Ísland árið 1995, er það ekki bara rétt hjá mig? Jó, Ísland var 95 og 97 á HM. Já. Og svo frá með 2000 erum við búin að vera á öllum stórmóndunum einu og Óli búinn að þeim öllum. Hvað er að kallinu núna? Hann er bara að jafnast eftir nýjagerð. Já, ok, já, hann fór í nýjagerð. Hann fór í nýjagerð og er tiltölulega nýbyrjar að spila og er bara ekki orðið nógu heilt til að klára svona mót. Hann getur klárað einn og einn leik en með svona mót er náttúrulega það löng og erfið. Það skrítið hvað tíminn er fljótur að líða. Þú ert bara árun eldri en ég og Öddi. En samt er þú að vera eiginlega elsti maðurinn í liðinu. Ég lít samt yngst út í þetta. Ég ætlaði að segja bara ári eldri. Ég ætlaði að vera svona 5 árum eldri og komum svo lengi í sportinu. Það lítur hrikalega vel út. Takk fyrir það. Ógeðslega flottan trefil, af því að þetta er útar, fólk sér hann ekki. Hvað, er þetta eitthvað merki? Nei, þetta er eitthvað kallt úti og ég var bara að fara úrpunni. Það er þetta skýta þau. Það er kannski ekki alveg þessi brjála bjartsýni núna fyrir þetta stórmóti sem við búum að vera undanfarin ár. Það er svona, menn eru svona mjög hófsamir og eru kannski ekki að tala með við sem endilega fara að verða Evrópumeistarar. Nei, það er alveg rétt. Við náttúrulega vitum ekki alveg hvað er stöndum. Við erum búin að ganga í gegnum ýmislegt núna á undirbúninum og vantar ákveðna pósta í liði. En eins og ég sagði á það líka er fullt af tækifærum í því fyrir aðra leikmenn og ábyrgðin dreifist á fleiri herðar og ungi strákar að koma inn. Og en það hefur aldrei verið okkar stíl að segjast vera að fara að verða Evrópumeistarar, heimsmeistarar og Ólympíumeistarar. Við hefum svona haft þetta svolítið út af fyrir okkur. Ert þú bjartsýnn sjálfur? Ég er alltaf. Nei, ekki. Erum við ekki með fínt lið, svona? Gripað lið. Já. Getum alveg farið langt í þessu.
Það verður bara komið ljós. Nei, ég meina þið eru með þjóðum að herðum ykkar, Guðjón. Já. Þú veist það er þunglindu og viðbjörn, það er janúar. Það er rámt. Mér finnst bara yndislegt að vera hérna heima. Er þetta bara ég? Þetta er bara þú, held ég. Það er eitthvað umulegt við þig. Þú býr núna í Danmörku og er besti leikmann í dönsku deildinni, en Danir... Nei, það er ég ekki, en ég býr í Danmörku. Og skora. Já, það gengur ágætlega. En þú ert besti leikmann í deildinni, ekki? Svona kaltmátt. Nei, það er fullt af góða leikmannum. Okkur finnst það. Takk fyrir það. En hvernig fílar þú hérna en Danir, þeir eru þreytir? Nei, þeir eru alveg ofsalega skemmtilegir. Það er alltaf að tala um að Danir séu líka í glad, en eru þeir ekki bara leiðilegir? Nei, það er rámt. Finnst þið ekki svolítið nískir? Nei, alls ekki, ég bara kynst allt öðru. En þú er ekki lengi í Danmörku, þú ert að fara í besta handboltalið í heimi á næsta ári. Er ég? Já, ekki. Er ekki verið í Kíl? Ég hef ekki heyrt það. Ég hef lesið það, það er rosalega oft, sko. Já, ok, segðu okkur bara sagt, ekki detta í eitthvað Þú ert í FM blöð. Já, þú ert í FM blöð, þú ert ekki pólitíkus, Guðjón. Ertu að fara, eru góða líkur að setja að fara að með það? Sko, handbolt er svo skemmtilegt. Ég er ekki búinn að skrifa undir samningu Kíli. Það er það eina, ég er ekki búinn að fá tilboð frá þeim, þannig að það er... Ok, veistu af áhuga? Ég veit af áhuga og við erum ekki beinlínis í viðræðum við að umbóðsmaðurinn minn er að svona skannamarkaðin eins og og ég sagði bara við hann að ég skildi heyri honum eftir EM. Skildi. Og það er ekkert, ég nenni ekki að fara í einhverjar samningaviðræður á miðju EM. Skildi, en hérna, það er margir svona sérstakir liðsfélagar sem átt í landsliðinu, en enginn ábla meira spes en Björgvin Páll Gústason. Skilur hann þegar hann tala við þig? Ég gerir það, ég er búinn að þekkja hann það lengi. Ég skil hann er náttúrulega ekki bara markmaður og liðsfélag, hann er náttúrulega fjölmiðlafulltrúi á OSÍ líka. Þannig að ég held að hann sé honum búið að takast að koma sér í alla fjölmiðla núna síðustu 3 daga. Hann er allt múlímann. Já, hann er mjög klár og skemmtilegur strákur. Þetta er ferskur náðingi. Það kom upp svo hugmynd þegar landsliðið var á besta sætinu Stöðvar Sport. Þá kom upp svo hugmynd að texta viðtölu við Björgvin Páll Gústason. Það er býsna erfitt fyrir fólk sem aldrei heyrt hann tala að skilja hann. Ég hef aldrei spáðið. Ég held að það kannski vera eftirleiki þegar hann er ennþá svolítið hæpaðir en ég hef ekki neina. Er hann skemmtilegasta típan í landsliðinu? Það eru margir skemmtilega, þannig að ég ekki láta mig gera upp á myndu. En með hvernig er þú í herbyggja núna, finnst þú Óli ekki? Ég er með Aron. Já, ok, ertu með kjúla? Ég er með kjúla. Ok. Það er aðeins að kenna honum að ganga frá fötunum sínum eftir síðustu ferðin. Hann er fíll líka. Hann er svo tuskan til? Nei, hann er miklu stærri og sterkari en ég. Ég get bara hlaupið í burtu frá hann, það er einu sem ég get. Það er ógeðslega pirrandi þegar svona menn sem eru miklu yngri en maður sjálfur geta barið mann. Mér finnst það alltaf. Það er sálfræðilega mjög erfitt. Það er gott að geta hlaupið í burtu, sko. Já, reyndar, gott að vera snöggur. Hann er líka fljótur að hlaupa þig. Jó, ég held ég ná núna ennþá. Er það? Já. En hérna, Gummi landstjálfari, ég las alltaf skemmtilegt viðtal við Róbert Gunnarsson daginn, hann sagði að Gummi væri öðruvísi þjálfari á þýsku en á íslensku, sem er reyndar eitthvað athyglisvert að koma að því hann fær ekkert að spila hjá honum í Þýskalandi. Hann er svona leikmaður Gummi landstjálfari í Þýskalandi, fær ekkert að vera með þar, en er fyrsta tjóðsið hans í íslenska landsliðinu, sem er eitthvað alveg ótrúlegt, en Robby hlýtur að vera einn af okkur stærstu trombunum í þessu móti. Og er það ekki bara ágætt að fá svona leikmenn eins og hann sem mæti bara ferskir til leiks? Jú, það er þetta að sjá þetta bæði ákvæmt og neikvæmt. Það er kannski lítið leikaving en eins og þú segir, feskur og hann hefur náttúrulega hugsað vel skrokkin á sér og allt það. En þú veist, það er þetta kemur mikið til með að mæða á Rópa, en svo erum við náttúrulega líka með Vignis Svavarsson og Kára Kristján hann líka á línunni. Það er nú gefins 115-20 kíló sem við getum fleygt þær inn á línuna og látið eiga við og hérna. Þannig að það er fullt af strákur sem að koma til með að spila rulli í þessu móti sem að hafi kannski ekki gert að hinga til. Ertu jafn skona, þú veist, hvað hefur þú farað á mörg stórmót, Gauði? Guðjón Valur Sigarsen, hvað ertu mann að fara á mörg? 14 eða 15 held ég. Ertu jafn spenntur? Þú veist, er þetta jafn gaman? Hlakkaði til, bara yes, EM er að fara að byrja. Þetta er nánast, sko, þetta er á hverju árið, ekki? Þetta er á hverju ári og við fyrir Ólympíuleikana árið 2 á þessu ári og svo er HM í janúar eftir næsta ári. Já, ég hef alltaf gaman og mér finnst aðeinslegt að vera í handbolta og svoleiðis, en ég var træktari fyrir nokkrum árum heldur en ég kannski í dag. Ég er svona aðeins afslappari og það kannski kemur með aldrei og reynsla, maður getur svona notið þess betur líka. En hvernig, nú er þetta í Serbíu, má bara reykja í höllinu og rækja ákurinn á völdinu? Það er að vísu, það var að vísu í fyrstu landsliðsferðinni sem ég fór í. Þá var staðið og rækt á hotnamenn, maður var að skipta treyjur í hotni. Má reykja og rækja okkur, ég vil vera það flottu stundningsmaður. Það er alltaf, í þessum höllinu yfirleitt reykt frammi, sko, ekki inn í höllinni. Heldur sem sagt inn í höllinni en ekki inn í kemshöllum sjálfur, heldur frammi hjá hérna veitingasölinni. Þú er svolítið gaman að júkunum, eða ekki? Þeir eru ekkert svona í... Það er bara hvergi, þeir hata þig svo innilega í leiknum og þú fara að sjá öll merki og
þeir eru hótað lífláti og öskráði og hrækt inn og koma smápenningar og alls konar. Ég held að vera nú ekki mikið að ég er núna stórmukeppni þegar maður er hann í Evrópukeppni. En eftir leik þá er bara klappað og allt er búið. Já, allir ferskir bara. Já. En hvað en svona þú ert búin að spila með mönnum frá, bara allstar úr heiminum. Er einhver svona, það er engin út í heima hlusta á þetta, Guðjón. Er einhver svona ein þjóð, er einhver svona típur sem fara meiri töðan en aðra, eins og er þjóðvinnin, leðilur, Daninn, Serbinn, hvað svona, hver er oftast leiðilegastur í liðinu, frá hvað landi er hann? Er það ekki tengt neitt? Nei, ég næ ekki að tengja það við þjóðirni. Nei. Það er bara, það er að vísa oft þannig að margir að svona þessum heimsklassa og bestu handboltamönnum eru oftast eðlilegustu gæjarnir. Það er oftar þessi gæjar sem eru svona milliklassa sem halda þessu heimsklassa. Það er alveg sama hvort þeir séu þá frá, Íslandi, Danmörku, Þýskalandi, Serbíu, Pólandi eða hvað. Það er svona þeir sem að líta aðeins stærra á sig heldur en þeir eru sem eru með yfirleitt svona erfiðastir. En ég held ég tali fyrir íslensku þjóðina að ég segi að við höfðum all danska landsliði í handbolta. Já, og norska. Nei, sérstaklega danska landsliði og þjálfarinn er ekkit eðlilega asnalegur. Þannig að það virðist vera allan hinn almenni handbolta áhugamur í Íslandi. Hann hatar danska landsliði og sérstaklega hennan hálfa Íslendingarna sem vill aldrei gútera það hans íslíkur. Hvað heitir hann? Hans Lindberg. Hann má geta það sem út í frís. Nei, hann er þetta er auðmikið, þú varst að segja það. Það er toppmaður. Það er algjör topp. Ég skil ekki, hattir ykkur á danska landslið? Nei, það er... Hvernig slóður ykkur? Þetta eru skemmtilegustu leikinni fyrir okkur. Manstu ekki að þau skutum í stöng? Ég er búin að hata það síðan. Þeir fögnuðu svo... Ég held ég munið það betur en þú segir bara við skutum í stöng. Ég man hvaða kerfi við spilum og hver skaut og hvað gerist eftir. Ég man alveg hvaða kerfi við spilum líka og hver skaut. Tvöfaldur Rússi. Tvöfaldur Rússi og Alexander Pettersson skaut í stöng. Við erum ekki með það kerfi. Hvað heita, gefðu okkur einhver nafn að ykkur kerfi? Gefðu okkur einhver svona on the lowdown. Við erum með Kaíró, við erum með Köpen, við erum með Hotnajuka, Júka, Barsa, Tjema. Tjema? Þetta eru flott nöfn að kerfi. Reykjavík er eitt kerfi. En er ekki svolítið vesend þegar að vantar the quarterback, leikstjórnandum, Snorra Stein sem er ennþá stættur í Danmörku? Hann kemur í dag. Jú, hann náttúrulega er búið að vera svolítið, eða svona það þurfa aðri menn að fylla á stöðu en Arnór spilar náttúrulega mikið út í miðjum að gera. Já, en hvernig það gengur? Það er maður fær alltaf að svara spurningar sem maður spurðir hérna. Þetta er alltaf leið, ég bara spyrja áfram, þetta er svo hraðaspurningar ég getur betur. Alltaf áfram. En hvernig það, gengur Snorri Steinn með barnið fyrir konuna eða er hann að... Nei, við skulum nú reyna svona aðeins að sína því smá skilning. Það er svolítið meira heldur en að segja bara þegar barnið kom út að segja bara sjáum fara í 3 vikur. Það er ekki rosalega þægilegt að fara frá fjölskyldunum sinni í 3 vikur til 2 mánuði okkar ári. Ég þekki þetta, ég eignaðist lítinn strák á Húsavík, það var ógeðslega til að drulla með sögur. Það ekki, fór að finna í útvarpi. Já, herru, við viljum að fá hérna smá Kanye West og Jay-Z. Þetta er Óris, svo höldum áfram með Guðjón Val Sigurðsson. Óris með Kanye West og Jay-Z, hann situr ennþá hérna hjá okkur. Partypinninn, stuðhundurinn, fyrirlið íslenska landsliðs í handbolta og góðu vinnur okkar Guðjón Valur Sigurðsson. Ertu ekki ferskur annars, Guðjón? Ég er mjög góð, takk. Svona ef við tölum ekki bara handbolta og þetta Evrópumót. Hvernig voru hátíðarnar hjá þér? Það voru bara nokkuð rólegar, góðar. Á Íslandi ekki? Nei, áramóti, ég kom á Gamlás klukkan 4 lendi, ég var að spila 30. úti og 30. des. Þannig að áramótunum minn heima? Heima í mjóli með fjölskyldunni og hundi og bara aðeinslegt. Ertu komið með íbúð og svona í kaupinu? Ertu fluttu bara þangað? Já, ég... Það er ekki miklu skemmtilega að vera í Þýskalandi. Þú varst náttúrulega í einhverju ógeðslasta sveitaæli Toppi var ekki... Mulhausen. Mulhausen, maður. Ekki Mulhausen, Mulhausen. Mulhausen. Það er kaupinu aðeins þær og meira. Já, það var svona... Þetta var ekki... Þú varst ekkert að elska bæinn sem bjóst í þarna í Þýskalandi. Það var samt... Þú veist, ég valdi það að flytja á þangað. Þannig að það er rosalega erfitt að flytja á þangað og vera brjálæður í því. Já, líka, þú veist, eðlilegt að gæði sem er frá Seltjarnarnesi fílir sig bara einhverjum litlu smábæ. Ég er stýttra frá Seltjarnarnesi í miðbæinn heldur en að Kópavogi, kallinn minn. Nei, það er Smáralindin í miðbærinn í dag. Það er rétt. Það er búið að breyta. Þegar þú bjóst hérna, þá var Laugavegurinn miðbærinn, en í dag er Smáralindin og það svæði. Smáralindin það er svo rámt. Það er 0, sko. Það er 0. Þú ert ekki sjálfur En hvað hérna, er mikill munur eins og að vera í dönsku deildinni og þýsku? Er þetta léttara eða? Já, það er náttúrulega bestu liðin, svona 3-4 bestu liðin í Danmörku eru virkilega góð en munurinn á milli bestu og lélegustu liðana er þó nokkuð mikill og það er leiðandi það líka til Þýskalands.
Ok. Þannig en þú getur nú endað aftur í Þýskalandi eins og við vorum að ræða þarna. Þannig að þá djöfisins flakkir að þér og þú hugsar út í það. Þú ert kannski nýkomið frá Þýskalandi til Danmörku og svo bara beint allir til Þýskaland. Svona er lífið atvinnumannsins. Bara framlengja 3-4 ári í Köpen og vera bara sáttur. Já, ég myndi halda sko ef ég væri atvinnumaður í handbolta, þá er örugglega bara draumur í Köpen, stutt aftur Íslands, mikið Íslendingum þarna. Já, ég þarf náttúrulega bæði að hugsa um eigin feril og svo er ég líka með 2 börn sem eru eftir að rífa upp úr skóla á hverju einasta ári, þannig að það er ekkert eins og maður segir bara núna ferðu þangað og þetta er svona aðeins meira sem það er að spá í. Já, en nú varstu meðan við vorum að hlusta á Kanye West, þá varstu að segja okkur Hjöppa að það fyrir hrikalega í töðunar að þú hefur ekki orðið íþróttamar ársins, en varstu sáttur við að Heiðar Helgason skildi að vinna? Mjög sáttur og bara ég vil nota tækifæri, víst ég er núna í fjölmiðlum að óskonum minni að til hamingju með þetta, hann átti að fyllilega skilji. Já, meðlega þessu kominn. Það heldur betur. Áttu en þó stýttuna? Fékkstu að geyma búrið? Nei, ég fekk það ekki. Þessi nýja stýtta samt er eitthvað sem bara eins og ég hefði gert í smíðum þegar ég var 14 og þetta er viðstöðum. Mér finnst það stórkostlegt að fá þetta. Þetta er svo stórt og þungt og mikið og þetta er svona alvöru gripur. Maður verður að vera sterkur til að geta unnið þetta. Það er eins og segjan, ég ætla að fá að leiðrétta enn og aftur. Ég er enga með brjálæri, ég hef ekki verið valið. Það eru íþróttamenn sem hafa verið aðeins í fjölmörg ára og ég gerir nú ráð fyrir að þeir vita eitthvað íþróttir. En fannst þér, það var svona mest rætt eftir að íþróttamaður ársins var valinn að Annie Mist skildi nú ekki vera ofar. Ertu sammála því? Ég á rosalega með svona myndað með skoðun það. Hún náttúrulega náði frábærum árangri en ég sjálfur skil ekki og veit ekki og þekki ekki almennilega umfjöllunum í kringum kraftlyftingasambandi. Nei. Skilu, það eru kraftlyftingamenn sem hafa náð frábærum árangri en einhvern tíma var að tala að þeir var ekki lyfjaprófaðir og svo leiðis. Svo komum við umræða að Annie Mist hafi oft verið lyfjaprófaðir. Þú ert basically að segja Annie Mist sé á styrum? Alls ekki, því að það kom með mitt fréttir það sem var verið að segja að hún hef oft verið lyfjaprófuð. Þannig ég veit ekki, ég get ekki myndað með skoðunum eitthvað svona sem ég veit ekki. Nei, en ég hafði mikið gaman, ég fylgdist með þessu crossfit-móti og mér fannst æðislegt að sjá Íslending ná svona langt þar. Já, ég er alveg sammála því sko. Þetta er fljótur að bakka. Það stendur ekki við neitt svo segir. Nei, ég er óttalega vitlis. Bara ef þú verður jafn ákveðin og varst á svipin þegar ég sagði að þú verður á styrðu, þá verður ég hrættur og bakka með þetta. Nei. En þannig að þú ert brattur bara og farið á laugardag. Laugardagsmorgun, það leikum við Finna annað kvöld. Svo bara... Já, það er 50 á morgun. Já, maður er að þvó eftir leikinn og svo er bara upp í rútu og út á völl. Það held ég að sé... Ekki búið að gefa það með hana? Það er búið að gefa flesta með hana. Og hvað í hvað seti verður þið? Ég get svaraði kannski betur eftir riðilinn. Þetta við náttúrulega tekum með þér stíg á móti liðum sem koma með þér í milliriðilinn. Þannig að ef við förum með ekki stíg í milliriðilinn og þurfum að spila Frakka, Spánverja og Rússa eða Ungverja, það er svona frekar erfitt að fara að reikna með 60 þar. En fyrir þig persónulega þá kannski snýst þetta ekki liðið eins og á mörgum, þetta snýst með að vera markaðistur eða ekki? Ég er það ekki alltaf þannig. Nei. Ég er orðið miklu afslappaðari núna og reyni að hjálpa liðin eins og ég geta. En ef ég hjálpaði með mörgum fínt, ef ég skor ekki mark og við vinnum alla leikina, þá er ég alveg jafnlega mikið saman. En þú ert í þessu samt til að skora mörg? Nei. Okay. Ertu alveg heill? Varst þú í fótbolta til að skora mörg? Nei, ég var til að verja. Nei, það gekk mjög illa. Það er svona ég hættir. Guðjón Valur, ertu alveg heill? Næsta spurning. Líkamlega? Já, ég hefða ágætt þakka þér fyrir svona. Þú ert aldrei alveg heill? Jó, þú ert óttalegu meðslapjessi? Nei. Ekki? Nei, ok. Varst að leggja auglýsingu í gerð með að spyrja þig að lókum? Nei. Nei, þú ert ekki inn að þeim? Nei. Ég er ofsalega þakkláttur þegar ég fæði frí og fara að næja og mæta á æfingar og búið. Það er mjög skemmtilegt þegar ég blíð á stríðu. Ég sá alltaf svona svipulega okkur, ég var að læðast þarna eitthvað svona, byrjar þetta. Nei, það er ekkert máli ef það er eitthvað sem kemur með myndaflösir statu, þetta er eitthvað andlismynd og eitthvað og þú bara ert í fílu og ert bara skúli fúlu og eitthvað. En þegar það kemur eitthvað og segja, núna á öskra og 1, 2 og eða þegar það kemur eitthvað leikstjóri, segðu þessa línu og svo horfir það þarna og gerir eitthvað svona. Ég er ekki leikari, ég er handboltamaður og búið. Og búið. Með þessum orðum kveðjum við Guðjón Val Sigurðsson, við óskum ykkur allsins besta og bara statuðu drengur. Við verðum duglegir að fylgjast með og gera það nú fyrir okkur að koma heim með allavega einhvern pening. Þó að veri bronsið, það er öllum dröldu saman. Stöðarinnar og skemmtist að borgarinnar. Við þökkum honum Gauja Kella fyrir komuna og að sjálfsögðu óskuðum allsins besta. Við ætlum að fá örstuttar auglýsingar og svo verður Brjáttbryggi mættur til okkar, þannig ekki bara langt. FM 957, Pepsi og skemmtigarðurinn.
Hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgun þættir Magazine drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magazine.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfis í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming í hávegum höfð. Magazine á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. 16 bátum mánaðarins og kók á 790. Hlöllabátar. Íslandsbanki og Byr fagna 9 ári í sameiningu og við hlökkum til að gera góða þjónustu en betri. Íslandsbanki. Síðustu dagar Víla útsölunar, meiri verðlækkun, Víla Kringlunni og Smáralind. Nóa Kropp, ómissandi, brakandi snilld. Steindi Junior og Bent eru lagðir af stað norður og ætla að gera allt vitlaust þar helgina. Föstudagskvöld, Mælifell á Sauðárkróki, laugardagskvöld, Kaffi Akureyri. Jöfusins snillingar! FM 95 Blö í boði. Vantaði lán? Það alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkeról slættir úr körlunum. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Það réttir að hlusta hérna FM 95 Blö og það 50 dagur sem þýðir að Hjörvar Hafliðason með mér og búinn að vera með mér hérna fyrsta klukkutíman og við eigum 1 klukkutími viðbót. Gaman að heyra í Guðjón og Valli. Þetta afskaplega geðþekkur náungi. Afskaplega rólegur. Ég var að reyna að fara í taugarnar á honum með að leyfa ekki að svara öllum spurningum. Já. Það ekki þetta að pirra. Nei, hann alveg með þetta sko. Hann með sálfræði, hann búinn að taka sálfræðihliðina í gegn alveg svo þú sko. Já, hann með andlegu liðin á hreinu. Þetta líka svona drauma tengdasonurinn held ég. Hann? Já. Já, þetta búið fínn náungi. Já, með allt á hreinu, það ekki að falla neinn lána á hann, þú veist, topp íþróttamaður. Já, þetta bara svona, þetta tengdasonurinn sem þú vilt eiga. Þvílíkt nettur náungi, engin lána að falla á hann. Ég að segja það hefur aldrei fallið lána á hann. Hefur heyrt hann aðeins. En já, Gauði, þú ert að hlusta við þakka þér aftur kærlega fyrir komuna. Og ég held sko að nú fer að byggjast svona upp smá stemmingur á mótinu. Þetta oftast þannig leið og Ísland búin að keppa fyrsta leikinn og vinnan. Þá allir bara sástu strákan í gær og þá byrjar þetta. Svo líka búin að klára þarna Finnan á morgun og sjá allir hvað við erum með ógeðslega gott lið og það verður allt veitast. Já, náttúrulega við vinnum ekki Finnan á morgun og getur gleymt þessu. Getur nefnt mér einn finskan leikmann. Nasti Hælana. Nasti Hælana. Herðu talað Nasti Hælana, þá nú brjótbreki hérna. Já. Ég að spara hringja hann. Já, ég var á uppstandi hjá honum daginn. Já, hann eitthvað aðeins hann var aðeins að skemmt ykkur staðar og ég sá hann var ágíndur, hann reyndar var svona full dónalegur. Já, hann áður til að vera svolítið dónalegur. Ég ætla bara að fara að láta hann heyra það þegar hann dónalegur. Heyrði í kvíkindunum. Ég ætla að segja hann aðeins til, já. Herru, tjekkum aðeins á hvort að brjótbreki við séum ekki hérna ykkur staðar. Það ringið hann núna? Nei, herru, það á tali hjá hann. Ég þarf að ringja hann aftur eftir smástund. Ringi mér eftir, tökum 1 lag, svo ringi ég í Brandbreka. Ok. Getur Michael Jordan trúið? Já, Tiny Tempa er það. Tiny Tempa er það. Ég held hann að ég sagði það í útvarpinu daginn, svo er ég ekki alveg viss með það. Já, klárt. Herru, það klárt að hann ekki titlaður fyrir læginu. A predicting earthquake up in here. Þú heyrir hann í brettanum á það? Já, nákvæmlega. Við Hjörvar vorum að ræða hérna um Brandbreka. Þú sást hann var með eitthvað uppstandið og stóðs ágætlega. Herru, hann svaraði ekki hann, en ég ætla að reyna að ringja aftur hérna í hann og eins og alltaf á 50 þá heyrum við grínast hann um Brandbreka. Skulum tekka hans að þessu. Nei. Halló? Nei. Nei? Veist það, svara margir í síman já? Jó. Ég svara stundum nei. Já, er þetta Brandbreki? Já. Já, sætlinu. Þetta er blöðarinn, maður. FM 95 blöð? Það er hár rétt jáður, maður. Hérna... Já, ertu byrjað að svara í síman nei? Nei? Já. Margir segja já? Já, það finn... Nei? Það fyndi, það er góð byrjun. Hvernig ertu? Hérna... Seppi, nýtt barn. Hvað segir þau? Nýtt barn. Já, maður rættum það þetta. Allir nýja barni sé núna að drekka einhvern ógeðstrykk úr júlunum á mömmu sinni. Æ, Brjál, hættu nú ekki verið að með dóna, sko. Allir að sé sötra smá ógeðstrykk. Já, þetta fyndi. Ég heyrði það, var alltaf að drekka einhver ógeðstrykk í krakkarnir. Já, þetta er, krakkin er bara brjósti, en hérna, hvernig ertu? Er þetta ekki góður?
Ég er léttur, ljúfur og kátur. Já, þú ert alltaf í góðu skapi. Já, ég medium rare. Medium rare. Ertu medium rare í dag? Bestu steikurnar er medium rare. Já, ok, þannig að þú ert medium rare. Já, já. Já, er eitthvað að frétta? Ertu búin að vera skemmt eitthvað? Já, ég var svona aðeins með smá gig daginn, svona 13. gig. Já, á 13. Það er sem frændi minn var með smá 13. gleði og ég var með smá uppistand þar. Já, ok, gekk það ekki bara vel? Jú, ég kom með nokkra nýja, veistu með hvaða liði svona hommar eins og þú halda með í fótboltanum? Svona hommar? Auðvitað bæjurum. Já. Bæjarar. Já, bæjar. Liði í Þýskalandi, bæjarar. Já, bæjar München. Já, þeir eru kallaði bæjarar, þannig að þú heldur með þeim. Já, þessi er nettur hér. Þessi er nettur og Nei, svo er ég bara svona að gera grína áramóta heitum. Já, ok. Þessi asnalegur, en ég getur sagt eitt. Það er kærasta mín sem ég byrjaði með aftur. Já, eru þið byrjað aftur saman? Já, hún gerði eitt áramóta heit, það var að hægt að reykja. Já. Núna er hún hægt að reykja, reyndar allt nema eitt. Nú? Hún reykir ennþá, þú veist. Á mér. Æ, ekki vera með hann dónaskap, Brjáln. Já, veist, það er gaman, 40 ára. Reykir á þér að hætta, bara ekki vera með dónaskap. En þú veist það er að koma þorramatur, en ég er reynda búin að taka smá forskot á þorramatin og fæ mér alltaf smá þorramat fyrir svefn. Nú? Þú veist, þorramat. Þorramat? Á konunni. Vel kæst. Æ, herðu, ekki, bara hættu núna. Nei, ég nenni ekki að tala við að vera með eitthvað ógeðslan dónaskap. Ok, en gengur ekki. Hvað er máli með kettlingar útsölur? Brjáln, þú varst með þetta í síðustu viku, þá varst að segja með það. Já, var ég í útæfnum með það? Já. Hvað er máli með kettlingar útsölur? Kaupa bara, tvöt og útsölur? Já, þú sagði þetta í síðustu viku, Brjáln. Var ég með hennar þá? Já, og þessi búinn hér, áttu eitthvað annað? Hvað er málið með kettlingar og vísakort? Brjáln, þú varst líka með þetta í síðustu viku. Strauja, var ekki næra strauja einhverja skiptur þekka? Herðu, Brjáln. Er það ekki nær? Já, þú varst með vísakortin líka í síðustu viku. Áttu ekki eitthvað lít átt okkur? Hvað er málið með kettlingar og... Akkur segir alltaf kettlingi, akkur segir ekki konur? Akkur segir ekki bara... Hvað er málið með kettlingar og bakki stæði? Halló, hann má ekki keyra á bílana. Ok, þetta var dapurstu maður. En þú veist hvað ég kalla Kaupmannahöfn. Og kalla Kaupmannahöfn? Ég kalla Köpen. Já. Og veistu hvað ég kalla Raufarhöfn? Nei. Röpen. Já. Röpen. Herði, jæja. Þetta bjóð ég bara til núna daginn. Já, ég trúi því. Raufarhöfn, Röpen. Já, þetta er stórkostlegt. Ég var ekki að tjekka bara betur að þér næstu viku, ertu ekki... En ákveðu drekka bara fíturunga dægidrykki? Ég veist, hvað er málið með það? Málið með... Fíturunga drekka dægidrykki? Ætla sér ekki til að fækka kaloríum eða eitthvað, ég veit ekki. Ég drekk Pepsi Max og... Ok, ég var bara að velta þessu við mér. Já, þetta er skemmtilega pælinga þér. Já, Sveppi, er hann búinn að skýra? Nei, Sveppi er ekki búinn að skýra. Hvað ætli maður þessu Sveppi skýri? Ég veit ekki. Það verður eitthvað skemmtilegt vonandi bara. Já. Hvað ætla hann skýri? Ég veit ekki, verður mikla áhyggjur af því? Nei, bara pæli í því. Þannig er kóngurinn. Já, Sveppi kóngurinn. Ég skila kveðju til hans frá þér, Brjáln. Og gaman að heyri þér. Ég var með einn annan. Nú? Veistu á hverju kettlingar hafa svona mikinn áhuga á skóm? Nei. Hvernig á ég að vita? Ég er ekki kettling. Það er Brjáln, ég heyri þér, það var gaman að tala við þig. Ég tjekkar næstu viku. Ok, snillingur. Vertu berðasaður, frábær, bye. Já, vertu berðasaður, segir hann, mikill humoristið þarna þær Brjáln Breki, hann á sína góðu daga og sína slemmu daga, það er bara þannig eins og allir aðrir grínastar. Það kallast stundum menni til að tanka í þessum bransa, en hvernig fannst hann í dag, Hjörvar? Jó, hann var ágætur í dag, ég er svona, hann var fín. Varstu hann á með hann? Já, hann var ágætur. Herðu, við ætlum að fá
skemmtilegt lag sem heitir Too Late með Þórunni Antoníu. Þetta finnst mér hrikalega gott lag. Rétt hjá Þórunni Antoníu, það er aldrei of seint fyrir ástina. Heyrðu það? Gott að vita. Vertu eins og með alvöru útastátt. Það styttist nú. Nei, í alvörunni, þú veist að í öllum alvöru útastáttum þá farið, já, okkur á þessum sama degi fyrir 6 árum síðan, þá Bill Clinton fór sig inn í eið. Ég var að vara ykkur við því að það hálka að myndast í Viltu hafa svoleiðis útastát? Nei, að varaði til þess við hálkunni. Gerðu það strax. Það er hálft úti, keyrið varlega. Já. Herru, þá er það komið að hreint. Ég er með miklu skemmtilega frétt en handa þær heldur að sé hálkúti því að það er að koma kannski fyrsta sinn núna sköllótt Barbie. Já, það er sem sagt, það er yfir 30.000 manns búin að skora á Barbie og einhver fansíða og það getur verið að fyrirtæki sem að keri Barbie-dúknuna ætli að verða við ósk þessa fólk. Það er kannski að koma Barbie með krabbaminn, sem er að berjast við krabbaminn og þetta er sem sagt, það er fólk sem að sem að þekkir aðra sem eru með krabbaminn aðra. Alltaf 30.000 manns búin að skora á fyrirtæki að gera þetta og það stefnir núna í að það komi út sköllótt Barbie. Já, sko, á ég að taka þátt í þessu umræði sem hressi hjá BK eða bara í alvörinni? Bara í alvörinni? Já, bara í alvörinni. Já, hérna, þú veist, þetta er náttúrulega bara tóntur, sko. Akkur? Þú veist, þetta eru börn að leika sér með þetta og börn þurfa ekkert að, þú veist, hugsa alvarleika, þú veist, að má alveg, þú veist, þetta er óþarfi. Já, veist sko, mér finnst það meira bakandi við þetta. Ákveður kemur ekki sköllóttu Ken? Menn geta alveg verið svalir og í góði formi og verið sköllóttu, sko. Já. Hvernig væri að fá eitt Ken sem er ekki að berjast við neitt krabbaminn heldur bara varð svo óöppin að missa hárið og unga aldri. En þú þarft ekki að missa hárið í dag. Sérðu Wayne Rooney og sérðu hvað hann líður vel að vera komið hár. Spáðu hvað þú myndir við líta miklu betur út ef þú væri með hár. Finnst þér ég ekki lítið vel út? Þú lítur ákveðt út, þú ert alveg smáfríður og allt það, en það er náttúrulega ljótt að setja í með hár. Er það? Ja, þú veist hvað við? Já, ég er að spyrja það núna, bara frá hjartaru. Finnst þér að vera eyðileggja fyrir minn útlitið að ég sé... Nei, mér finnst þú reynda mjög myndalur alltaf. Það kannski spilar inn í að þú ert náttúrulega vel lyktandi, sem ég fíla. En hérna, nei, mér sko bara... Já, en þú veist, þú væri flottir að myndi sko græða það hár. Ef þú myndir ekki fíla, þú getur alltaf krúnrækkaði, sko. Já, en þetta kostar eitthvað 2-3 milljónir, en þetta getur líka að fara svo fyrir ofangarð og neðan, maður. Þetta getur klikkað. Þetta hefnaðist hjá Wayne Rooney. Ég er ekkert viss um þetta hefnist í öllum. Nei, en ég held að myndi hefnast þér. Heldur það? Og ég held að þú veist, þú ættir núna bara að leggja eitthvað fyrir á hverju mánuði og kannski reyna að fara í svona aðgerða þegar ég held að myndi gera ógeðslega mikið fyrir þig. Ég held að mér bara mikið strítt að þig. Já, vá. Það er bara vandamálið. Þú ert alltaf hræddur að einhver fara að stríða þér. Hvað er 12 ára? Nei, það er bara... Þegar ég mætti... Sko, ég hef spurt aðra þessu. Allir sem ég hef rætt við, það er bara sagt að auðvitað hættu. Það er eitthvað sorglegt við það að fara í hárígræðslu. Og ég hef alltaf sagt, já, ég er sammálaði. Svo núna er þú að, þú veist, þykist þú eitthvað að spaða hérna á mótum mér að segja mér að gera það? Nei, pæli ég í því þegar ég klæði mig á mótunum hvort mér verið strítt í þessu. Þetta er fashion. Þetta er fashion. Skilur hvað við? Þú veist, ég bara, that's me, take it or leave it. Að því ég er með 4 keðjur hérna, fullt af fólki sem skýtur á mig fyrir það. Að ég er með 4 keðjur hálsinn og 3 armbönd og eitthvað svona. Mér er alveg sama. Þetta er bara fashion. Þetta er bara fashion. Þú veist hvað við? Þú veist, þú ert bara að gera þetta því að þú ert ánægður með þetta. Your hair is your hatsuit. Já, nákvæmlega. En þú veist að vera að koma upp eitthvað svona inn í börnin, hvað ætlaði þú að fara að gera? Barbie með chlamydia? Þú veist þegar hvað? Á hún að fara, þú veist... Býttu, hvernig er Barbie með chlamydia? Hvernig er hún öðru í sig? Getur þú spottað það? Nei, það er svo kannski erfitt, eða? Já. Chlamydia Barbie. Hvað gerist þá? Ég veit það ekki, þetta er ekki, ég ætla ekki að fara, ég þekki það ekki. Nei, þú veist hvað... Ég ætla að segja þetta er þín til, svo kunni ég ekki við það, bara ljótt að segja svona. Ok, Barbie með rauðu hundana eða whatever. Já, það var allt í lagi, það er allt í lagi að vera með veika Barbie, nei ekki? Jú, ég meina... Ok, þannig að Hjörvar Hafliðason, þú ert á móti sköllóttri Barbie sem er að glíma við krabbaminn. Ég get á móti, hætti að setja þetta svona upp, en ef ég veist það bara kánalegt. Já, ég er að meina það, ég er ekkert að setja þetta neitt upp, ekki fara í svona mikla vörð. Já, hei, fáður hár. Já, ég get það ekki. Jú, getur það víst. En ángrís, herðu. Eina sem ég fá sköllóttan Ken. Nei, býta þess, ekki koma í sköllóttan Ken og setja svo lagið á að því að það hendar þér. Býttu einu svona þess. Já, ég er að býta. Höfum núna landssöfnun. Áður en að móttum að spyrja og allar súsöfnun í FM 95 blöð, eitthvað eina viku í febrúar og reynum að safna peningum fyrir háríkræðslu fyrir þig og sendum þig til gæjan sem gerir þetta við Wayne Rooney, svo ferð þú bara í flugvélina, kemur heim með delicious hair. Er ekki til þarfara, sko, er ekki meiri þörf einhverstar annars þar hérna í þjóðfélaginu sem ég getur safnað fyrir heldina hvort ég fá hár? Nei, það er nóg til á öllu þetta nú. Það væri geðveikt.
Þetta er frábær hugmynd hjá þér hérna, það stýttir það svo leðilega. Með helunni? Já, út snillíkur. Því hérna getur þú geggjað með það. Já, takk Hjörvar, takk. Það stýttist í tuðhóttnið og flottulega hérna við ætlum að fá örstuttur auglýsingar fyrst og núna, fólk ef við hafið eitthvað til að tuða yfir, hugsið það núna því að við erum að fara að opna fyrir síman 511-0957 og ekki eitthvað svona ég ætla að tuða, ekki eitthvað gríntuð og ekki biðja óskalag og munið að lækka útvarpin ykkar. Reynum að hafa smá tempo í tuðhóttinu eftir. Sammála Hjörvar? Já. Janúar tilboð í 10.11. Berry Company safar á 179 krónur. Freyju kraftur á 199 krónur. Korni stangir á 99 krónur. Flóridan appelsínusafi 33 centilítra á 129 krónur. 10.11. Alltaf opið. Stærsti skiptibókamarkaður landsins í Office One Skeifunni. Office One Skeifunni, opið allan sólarhringinn. Nóa Kropp, ómissandi, brakandi snilld. Hefurðu smakkað smoothie? Ísbúðin, Háaleitisbraut. Gæðaþjónusta. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Outfitters Nation útsalan í fullum gangi. Enn meiri verðlækkun. Outfitters Nation Kringlunni. Jack & Jones og Selected útsölurnar voru að byrja. Láttu sjá þig. Jack & Jones og Selected. Kringlunni og Smárali. Charlene Soraya. Þetta svona, kannski ekki, þetta ekki partílag en fallegt lag einhvað síður, Hjörvar. Þetta ágætislagin. Hérna, settu góða lagi á þetta. Sometimes I get a feeling. Já, þetta með techno-byrjunum. Já, við hendum því á einna eftir. En herru, það komið að tuðhóttninu. Það vantar núna eitthvað svona tuðhóttnið. Já, rettaði áriðin kemur næst. Herru, gerðu hitt, gerðu þetta maður. Að retta þessu áriðin kemur næst, klukkan 4. Hvernig trailer viltu? Ég vil eitthvað svona best of einhver tuð svona. Já, ég ekki að salta götturnar. Herru, það allt og háari hérna stöðumannarsveitnar og það. Tuðhóttnið, eitthvað svona. Ok, við finnum úr þessu. Herru, nú erum að gera hringja í 511-0957 og við nennum ekki einhverju gannitöð, þið þurfum actually að hafa einhvern til að tuða yfir og þetta svona hotna sem að fólk getur svona aðeins létt af sér. Það eru margir sem að hafa mikinn áhuga að hringja hérna og tuða og þetta eina skiptið í vikunni sem að má tuða í FM 95 Blö. Það á 50 dögum. Hjörvar, ert þú klár? Ég klár. Þá opnaði fyrir síman 511-0957 og fyrst til hlustandinn í tuðhóttinu, vertu velkominn, halló. Hæ. Herðu, ég langar gæðið mikið að tuða við jeppa eigundum á Íslandi. Nú, ætlar að tuða yfir okkur, já, ok, halda fram. Þeir eru bara, þetta sjálfselskast fólk sem við veitum. Hjörvar ásamt ekki jeppa, sko, hann einhverju Nissan sem vill svo hefla til fjórhjóladrið. Hvað svona sjálfselskulegt við okkur jeppa fólk? Herðu, það bara, þegar fólk fast, þá bara, skilur, rúllandi bara hérna bara göturnar og vill ekki eins og hjálpa. Það lélegt. Já, ég var fest á bílaplani í örugglega 1,5 tíma en daginn þegar miklu snjórinn kom og það bara gerði svona 80 jeppar fram hjá mér og enginn vildi hjálpa. Ég alveg, alltaf enginn að hjálpa. Nei, við erum bara að skoða. Hvernig bíl erst þú á? Yaris. Já, ok, herri, ég með krók, ertu föst núna? Nei, alls ekki. Ok, en þú veist allavega, þú getur alltaf hringt í mig, ég með krók og ég með allar græjur, þannig ég get eiginlega að redda öllu. Ok, ég man það næst. Hjörvar með krók og alla græður, hann með allt nema jeppa. Já, þú meina það. Þetta ekki jeppi. Já, ok, en verðu fullt af okkur jeppamönnum mjög fínir. Ok, segð mér hvað heitir bílinn? Nissan hvað? Nissan, hvað það er? Nissan? Hvað skæði? Já, herri, aftakila. Herri, takk fyrir þetta. Þá ertu búin að tuða, takk fyrir. Já, þessi var að tuða yfir að jeppamenn á Íslandi væru eigingjarnir. Herru, FM 95 Blö, tuðhóttnið. Þetta var gott tuðhóttnið. Já, góðan daginn. Og heyrðu líka, fólk búið að lækka út. Er ekki bara komið fínt með þessar bensínhækkanir? Já, þannig erum við sammála. Já, þetta er fyrsta sinn sem ég verið að taka undir í tuðhóttinu, maður. Þetta er bara orðið fárlegt, því fólk verður að koma svo milli staða og allir hafa kannski ekkert aðgang á strætó og það bara, þetta ríkur upp þetta helviti. Já, ég að vera að bila á þess að það eitthvað rangt við það í hvert sinn sem maður fyllir bílunum að sé að spája að hengja sig á bensíndælinu. Já, og svo segir ríkisstjórnin alltaf að það sé að hjálpa bara þjóðinni, hvað hjálpa þetta okkur? Nei, þetta nefnilega alltaf pirrandi, sko. Ég fer ekki helmingurinn að þessu einhverju skattinu, veitu? Já, þetta fer bara beint í ríki helmingurinn að þessu. Já, en sko, við erum samt ekki að gleyma því, sko, að bensíni var líka alveg ógeðslega dýrt þegar að aðrir voru hérna á stjórnunum, sko. Það var ekki eins og þeir að vera að gefa það, sko. Það er búið að hækka vel, samt. Það er bara út allan heim. Það hlýtur að slá af.
Já, mér finnst það reyndar ætti sko að því að almenningssamgöngur eru svo lélegar á Íslandi þá ætti bensín að vera svona ætti ekki vera svona viðbjóðslega dýrt því að það er eiginlega ekkert option að ferðast í strætó. Nei, það er líka orðið alvarlegt að helmingurinn á laununum fer í bensínpening og þú er bara að skjótast á milli staða. Þetta er viðbjóður. Ég er sammálaður, hann er ég sammálaður og ég þakka þér fyrir gott tuð. Já, frábært tuð. Takk fyrir þetta, Önus. Já, herru, við erum búin að fá tvö mjög góð tuð núna. Já, bæði bílatengt tuð. Já, FM95 blöð, tuðhotnið. Já, góðan daginn. Ég langar að tuða hérna aðeins fyrir hönd Jeppa hérna, því ég var að hlusta á þáttina. Blessaður. Hvað heitir þú? Ég heiti Hjalti. Blessaður, Hjalti. Hjörvar hérna með þér í Jeppafélaginu. Já, hvernig væri það að þetta fólk myndi í fyrsta lagi fá sér almennilega bíla? Já, nákvæmlega. Og í öðru lagi almennilega dekk. Halleluja. Halleluja. Þetta er það sem ég hef verið að segja mörg ári. Má ég spyrja, hvernig Jeppa áttu? Já, Ford. Hvernig Ford? Ford Escape. Það er Jeppi. Það er svo gaman að rúlla um að Jeppa. Það hefur ekki samt svolítið gaman aðeins eins og ég að henda þessu bara í fjórhjóladrifu og rúlla um allt og horfa á alla festa. Jú. Já, þetta er algjör veisla. Við svo er Þorrablóð til á Jeppaklúbnum, þannig að við verðum í bandi. Já, ok. Segðu það, Hjalti minn. 4x4 hópurinn að fara að hittast. Takk hérlega. Færð þú að mæta þar hér? Já, ég er alltaf í öllu þar. Þá ertu örugglega fengið sem eitthvað svona djók. Ég er alltaf í öllu þar. FM95 blöð, tuðhotnið. Yfir hverju vilt þú tuða það? Ég hef ekki bara blandið þessu tvennu saman. Bensínverð og Jeppaköllum. Ok. Já. Það heyrist en þetta er illa í þér. Ég trúi ekki fólk að stórum bílum sem leggur í þremur bílastæðir. Já. Það er eitthvað voðalegt samband hér. Það er eins og sért í Afganistan. Já. Halló, ertu þarna? Það er við slum bara... Hún er dótt út. Herru FM95 blöð, tuðhotnið. Það heyrðist þú ill í henni. Hvað segirðu? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég er brjálaður. Ok, komdu með það. Já, ég er bara brjálaður. Yfir hverju viltu tuða? Ég er bara, þú veist, yfir öllu. Ok, byrjaðu. Þú veist, ég er að spila, þú veist, í handbolta og eitthvað, ég fæ aldrei að vera með og eitthvað, skilur. Ok. Þú farið ekki að spila? Nei. Gæti að spila inni og sett lélugur? Já, þú veist, ég er náttúrulega, þú veist, ég er alltaf fárálega mikið talent og þú veist, og svo er bara þjálfarið minni bara... Ok, næsta, hvað meira? Hvað ertu meira til tuður? Þú veist, svo, þú veist, veðrið, skilur, veðrið er fokkin ömulegt, skilur. Hvað á maður að gera, já. Þreytt. Þetta er mjög þreytt, já, ég skal, mér veit þetta fínt að hafa snjóin, en fyrir svona gæði eins og þig er ekki bara fínt að fara bara eitthvað á Kanarí í janúar? Já, þú veist, ef maður ætti pening, skilur, maður er búin að eyða þessu öll í fokkin brennivín og allt, skilur, maður er bara, þetta er allt farið, skilur. Ok, eitthvað meira sem tuður, síðasta tuður? Síðasta tuður? Þú veist, já, ég er brjálaður, skilur. Ok, gaman að heyri þið, vinnur. Fínasta tuðhotnaferð, við skulum fá 2 í viðbót þeirra að hlusta á tuðhotn FM95 blöð, 511-0957, síðustu 2 hérna. Velkomin í tuðhotnið. Já. Var að lækka útvarpið? Já, halló. Sælvinnur, hvað heitir þú? Hafþór. Hafþór, verður velkomin í tuðhotnið, yfir hverju viltu tuða? Bara ferlega, þetta Ford Escape, þetta er ekki Jeppi. Já, þannig er ég eiginlega sammála þér, sko, sem Jeppamaður þá er ég eiginlega sammála þessu. Þetta er ömulegt. Hefur þú séð Nissan Jeppa? Hæ? Hefur þú séð Nissan Jeppa? Nei, það er ekki til Nissan Jeppi. Það er sjálfur svoleiðis. Hvernig, heyrðu, það er nú eitthvað aðeins að stríða mér hérna. Veitu, hvað félagið minn og Jeppaklúnum með þetta? Hvað heitir þú, Hafþór eða ekki? Ég er ekki þinn djöfurs Jeppa. Hvað Nissan Jeppa er ekki til. Heyrðu, veitu, hvað heitir bíllinn þinn? Ford Escape er ekki Jeppi. Hvað heitir Jeppið þinn? Austin Micro. Nei, veitu, hvað heitir bíllinn þinn á þú? Hilux, Toyota Hilux. Það er Jeppi. Hvað ákveður hann, sagðan? Toyota Hilux, það er Jeppi. Toyota Hilux, það er Jeppi. Ég er sammála. Ég er alveg sammála. En Allan, þú allan að kíkir á Þorrablótið hjá okkur í Jeppaklúbnum og við förum yfir þetta þar. Takk fyrir að hringja, þetta var gott. Bara ánægð með. Hann vildi meina að það er ekki til Nissan Jeppi, Hjörvar. Það er bestu Jepparnir. Síðasta tuði í tuðhotnið blöð. Tuðhotnið, halló? Halló? Hvað segirðu, mestari? Bara fínt. Yfir hverju vilt þú tuða? Hæ? Yfir hverju vilt þú tuða? Af hverju fekk Glenn Johnson ekki rautt í gær? Af hverju fekk Glenn Johnson ekki rautt í gær? Já, svona með við rauðarspildi sem Vincent Kompany fekk daginn, þá ætti það klárlega að vera rautt, þannig að þetta er alveg góð punktur í þér. Öddi? Já. Þetta er dagur hérna síðan á þriðjudaginn, sem vissi ekkert hvað hann átt að segja. Já, Sælvinnur. Blessaður. Varstu ekki góður? Ég var svo stressaður, sko, ég sé ekkert hvað að segja. Nei, þetta er svona, það er komið kjarkur í þig núna. Þetta var gott tuð, takk fyrir þetta. Ok, verður ekki að fá eitt kvenkins svona virkilega reitt tuð? Já, ég var til, ég heyrið á röddinni hvort ég sé að fara á gott tuð eða ekki. Ef að kvenkins. Ég er með frábært tuð. Nú?
sko, þetta smá saga líka. Ég er svolítið í menntaskóla. Og ég einmitt, ég vil ekki segja hvaða skóla, það var svolítið að því ég reyni ekki að fá skít í fyrrmáli. En ég var svolítið á menntaskólaballi og þið viti hvað treflar eru. Þessar típur sem tóla ekki svona fagaminnum svo pikkbúl og svona, skilju. Það er ekki trefil til þess, sko. Ok, sammálaður, já. Og ég finnst bara að þetta, menna, come on, þú skuskus og svona aftur læg, skilju. En ég menna, ég er neitt að hlusta á þetta, ég er að fara að skemmta mér. Nei, nákvæmlega. Come on. Þú veist koma, maður vil fá pikkbúl á fóninn og það sé smá hérna Rihanna, We Found Love, skilur. Nei, það er bara eitthvað Óli ofur og eitthvað svona bull. Hvaða skólaball var þetta? Þetta var sem sagt eitthvað nýjársball. Þetta hefur verið eitthvað leiðilegum skóla, hvaða skóla var þetta í? Þetta var í Kvennó, sko. Ég er nú persónulega í MS. Það eru hundleið. Ég stundaði menntaskólaballin dálítið grimt hérna einu sinni. Þetta eru leiðilegustu böllir. Það er Kvennó og MR og svona. Það er alltaf. Það virkar samt ekki, þú skilur, Kvennaskóla pýr og alveg heita, sko. Það var það þannig? Ég get ekki blandað mér í þessu umræði því ég var bara hérna á Sauðárkróki. Veistu hvað? En þetta er alveg að þreytast sem þú lendir í. Það er eitthvað MR, MH, Kvennó. Þú veist, þú ert að vera í hörkunni. Harkan er í FG, Vestló, MK. Flensborg getur verið fínt fyrir þig, Flensborgarböll. Hvað þá, er bara tónlistin á böllum? Ég veit ekki farið á Flensborgarböll. Nei, þetta er bara all-in. Þú veist, gerir ekki þessi mistök aftur. Takk fyrir þetta, Önnu. Ok, bye. Hvað þykist þú vita í dag? Þetta var svona, þetta breytist ekkert. Þetta er sama lið í MH í dag og var hérna fyrir 10 árum síðan. Og hvað er leiðilegt að böllum með þeim eða? Nei, þú veist. Ég hef aldrei spæðið, ég hef aldrei farið á menntaskólaball. Það er allir að rembast, þú veist. Það er allir eitthvað mömmu sinna svon og allir í ullapeysum og rembast eða eitthvað, sko. Ok, þú ert að segja mér fréttir. Er eitthvað meira sem þú getur sagt mér að menntaskólaböllun? Misti ég að miklu það? Var þetta gaman? Já, þetta var hrikalega gaman. Þetta eru bestu böllin sem maður hefur farið á æfinni. Þetta var alltaf virkundum, eða ekki? Jú, virkundum, hvað er eitthvað skemmtilega en að skemmta svo á virkundegi, eða? Nei, það er hár rétt þér. Ég man þegar ég drakk og fannst mér mjög gaman að taka virkundagana. Herðu, Coldplay. Ætlar ekki komið með hvað? Þannig að læsi í baðan? Já, ég ætla að koma eftir, ég þarf að finna það. Slökum að þess að, herru, þetta er nú bara Coldplay og Rihanna, er það ekki nógu gott fyrir það? Princess of China. Ágætið samstarf þarna, þetta er einn stærsta hljómsveit í heimi Coldplay og sennilega, einn vinsalasta sönguna heims er Rihanna. Sveimir það ekki? Sveimir þá. Herðu, það styttist í góðu lagakernina. Við ætlum að keppa hvor okkar spilar betra lag hérna rétt á eftir og hlustundir að kjósa hvort lagið var betra. Hérna, en ég var að spara að segja áður fyrir mig örstuður auglýsingar að vissur að konur eru mun líklega heldur en karlmenn til þess að kaupa sér dýra síma samkvæmt nýjustu könnun. Og þetta var könnun sem var gerð á 15.000 manns og samkvæmt henni þá eru 53%, þetta er að munna nú ekki miklu, en konur eins og staðan í dag eru líklega til að kaupa dýrari síma og dýrari sjónvarp heldur en karlmenn og að hafa meiri áhuga á high-tech eins og stendur hérna. Ok, þetta kemur óvart, ég vissi þetta ekki. Nei, þetta er, en reynda þegar ég fór að hugsa út í þetta, ég sé fleiri stelpur með iPhone síma og svona snertisíma heldur en stráka í dag, sko. Já. Það eru rosalega mikið, ég held að þetta sé... Það er að þeir geta að tekið myndir og setta á Facebookið, beint. Eitthvað bara taka mynd af einhverjum vinkunni sinni og allar að segja sem geða sætt. Já, og svo er það komið beintinn á Facebook, sko. Já. Þannig að það er, ég held að það sé að hjálpa símafyrirtækjunum með þetta Facebook og þetta dæmi með það að konur byrjar að kaupa dýrari síma heldur. Já, þú veist, ég held að séu góður í að kaupa síma en ég myndi aldrei þess að kaupa sjónvarp, sko. Nú, okkur. Þetta er bara, þú veist, sjónvarskaup, það er eitthvað sem ég myndi vilja sjá. Já, en þú ert náttúrulega, þú ert mikill tæknimaður og það eru fáir á Íslandi sem að þykja að væntu síma sinn og þú. Já. Þannig að hérna, en ég myndi aldrei láta einhvern annan kaupa þetta en mig, sko. Nei, ég myndi aldrei gera. En hérna, þú er að fara að fá þig síma, ekki? Nei, ég myndi bara finnst. Þú svo mest hann ógeðslega fyndin símið þinn. Með takkaborðinu þarna fyrir neðan. Þetta er bara... Og litla skjáin með svona eitthvað, hörru, ég með geða góða myndauðlist og taka þetta inn á mynd og maður svona reyna að sjá eitthvað. Hættu þessu, þetta segir mér að þetta sé ekki góð mynd inn á skjánum með það. Ég sé hann ekki, þetta er það lítið. Nei, þá þarfst að fara að tjekka bara augunum að þér. Þetta er bara Blackberry og það er ekkert aðan. Já, það eru flotti símar en þú ert bara með sko 2003 útgáðuna. Nei, sem er drullu nett. Mjög nett, sko. Þú ert að deyja úr kúli, Hjörvar. Það er mjög nett. Já, það er ekkert að því. Ég ætla ekki að skipta um síma fyrir þessi brotnar eða eyðilegst. Maður þarf ekkert alltaf að vera að skipta um síma.
Mér finnst það ekki. Já, ok. Ég ætla bara að bjóða hann til að... Þín skoðun hefur rétt á henni. Já, þetta er mín skoðun, ég er rétt á henni. Við ætlum að fá örstuðarauglýsingar, svo fyrir við í flottulagakeppnina. Við ætlum ekki að vera að spila ljótlög í þessum þætti. Það virkar ekki þannig og þið hlustundur veljið svo hvort lagið er betra. Þannig að... Hæ, þetta er Brynjar Már. Passaðu hvað þú segir. Ljót orð meiða. Stöndum saman gegn einelti. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Útsölulok í Veromóta. Enn meiri verðlækkun. Veromóta Kringlunni, Veromóta Smáralind. Viltu læra eitthvað nýtt? Freestyle, hip-hop, break, street. Dansskóli Jóns Péturs og Köru, dansskóli.is. Dílar.is í dag. Gat í nafla, tungu eða vör ásamt aukalokk í bleksmiðinni á aðeins 3.500 í stað 6.500. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Túborg kynnir kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Einn bjartasta vonin í íslensku tónlistarlífi, Samaris, kemur fram og það verður að sjálfsögðu plötuslúður í búrinu eftir tónleika. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn. Guðavegarnar verða sjálfsögðu á veskisvænu verði. Bar 11 og Túborg fyrir fólki í landinu. Fylgir fréttablaðin í dag. Of Monsters and Men í allt öðruvísi útrás. Ragnar Solberg svitnaði í pröfum fyrir Pain of Salvation. Prins Pólo og Carlotta í Viki taka rockprófið. 5 bestu íslensku Eurovision-lögin sem komist ekki áfram. Blödudómar, fréttir og fleira. Fylgir fréttablaðinu í dag. 160 milljónir fyrir 13 rétta. 1x2. Við tippum. Brjóttu ísinn. Já, 5-faldurinn lottopotturinn stefnir óðfluga í 43 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Þú fær brakandi ferskan nonnabita á 2 stöðum. Hafnarstræti í Reykjavík og Bæjarlind í Kópavogi. Nonnabiti, best fyrir svanga. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán hvenær sem er. Kredia.is. Lagið Levels með Avicii held ég heiti, það get ekki Herru, en það er hins vegar komið að flottu lagakeppninni Hjörvar, þú skoraðir á mig skoraði mig á Hólm Þetta hefur oft verið hérna á neikvæðu strákunum hérna á X-inu Þeir hafa alltaf verið með vondulagakeppni Já, vondlög Ég fyndi hvað ég er með vondlag hérna En ég sagði, hugsaði mér Why not make a good song contest? Já, sem er bara góðlög spilu. Já. Og já, við erum komnir í þess keppni núna og nú þarf hlustendur að, já, vera tilbúið með símann og 511-0957. Já, sko, við spilum fyrst bæði lögin og svo ringjum við á. Fyrstu til að fá 4 atkvæði vinnur. Ef við ekki að spila, hvað fæ maður? 1,5 mínútur læginu eða eitthvað? Okay. Herru, við byrjum á læginas Hjöbba og hér kemur lægið sem að Hjöbbi hefur ákveðið að spila í góðu lagakeppninni. Með Pitbull og Enrique Iglesias Ég get bara lofa þér Ég held að maður ætti að vera með einhver smá frumleik Nei, ég held að Pitbull klúburinn minni bakka mig alveg 100% upp í þessu Nei, ég ætla að vona hérna allavega að þetta var Veistu hvað er margir komnir núna nýskráningar í Pitbull klúbin? Veit það ekki og gæti ekki verið meira sama 14.000 Áhugnul Herðu, það er komið að mínu lagi í flottu lagakeppninni og ég vona sko Ég er ekki að höfða til kvenna sko, en ég held sem fullt af stelpur sem að fíla þetta lag líka. Mitt er alltaf mun frumlegar en þitt. Mitt lag heitir... Byrju, ég ætla að náðu velun? Já, mitt heitir Rocket Queen. Þetta er lagið mitt í flottu lagakeppninni og svo ég hringi 511-0957 og segja okkur hvort ykkur. Flottara, ég fæ 1,5 mínútur eins og þú.
Svo leiðilegt, já, ok. Nei. Hvað er þetta upp í 4? Finnst þér Rocket Queen ekki flott lag? Nei, þetta er alveg bara hella leiðilegt lag. Ég var að hugsa alla sem voru skiptu stöð með leiðu þetta fór í gang. Ekki lagið? Er ekki 5-11-0-9-5-7? I see you standing. Hlusta eins. Já, ég að heyra þetta. Já. Ég vil fá 1,5 eins og þú, sko. Finnst þér þetta ekki flott? Nei. Ég held að hlustendur hljóta að vera sammála mér. Herðu, ok. Já, þetta er hérna staðfistumuna sigur í þessari fyrstu keppni. Rólegu félagi. Come on, Pitbull fans. Pitbull, I Like How It Feels eða Rocket Queen með Guns N' Roses og fyrstulustandinn á línunni, hvaða lag fær vinningin hjá þér? Veistu það, ég er rosa þreyttur á þessu Pitbull viðbjóði En hvað? Ég geti allt yfir mig hann lélegu tónlistar. Enrique Iglesias er náttúrulega með hún þarna. Og hvernig kemur þetta enn hjá þér, ok? Hver fær þitt eitthvað? En Guns N' Roses er bara klálega með þetta. Það er vel gert. Ötti kom með 1 stig. Fyrstur upp í 4. Takk fyrir þetta, snillingur. Takk. Herðu, já, þessi var komið Ælun á Pitbull og kaus mitt lag sem er Rocket Queen með Guns N' Roses. Herðu, við erum í flottu lagkeppninni. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Hjöppi. Já, var rétt. Takk kærlega fyrir þetta. Já. Hvað ertu gömul? 11. Ertu mikill Pitbull aðdáandi? Já, ágætur. Já, nákvæmlega. Takk kærlega fyrir þetta. Ágætur betur en gott. Takk kærlega. Já, Hjöppi fekk hérna eitt sterkt atkvæði frá 11 ára hlustanda með Pitbull. Herðu, við erum í flottu lagkeppninni. Hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Klárlega, Hjöppi. Já, takk kærlega. Ertu Pitbull aðdáandi? Já, svona eiginlega. Hvað ertu gömul? Ég er verður 17. Já, klæsett. Þú ert semst bara grjótari Pitbull aðdáandi og hérna 2011 var náttúrulega ótrúlegt ár fyrir hann. Já, ég var sátt með alls. Þú mátt næstum því keyra og hlusta á Pitbull, maður. Hvað það hefur verið gaman. 2 mánuðir í það. Herðu, já, þá getur þú rúndað með Pitbull í botni. Ekki keyra á. Bye. Ég trú ekki að I Like How It Feels með Pitbull en Enrique Iglesias sé að vinna Rocket Queen með Guns N' Roses hérna. Herru, maður sé, ég ætla að finna einhvern hlustandi sem er orðin allavega 20. Maður sjá, F95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Það er ekkert annað en Rocket Queen. Þekki ég þig, maður. Þetta Pitbull strax er bara lélegt. Já, ég er alveg sammálaður. Takk fyrir þetta, heyrjumst. Bye. Takk fyrir aðkvæði. Herru, staðan er 2-2, fyrstur upp í 4. I Like How It Feels eða Rocket Queen. Hvort finnst ykkur flottara? Hvað finnst þér? Halló? Já, halló. Sælir. Já, herru, það er Rocket Queen alveg klárlega. Það er Rocket Queen alveg klárlega. Herru, staðan er 3-2. Ég þarf eitt að takk hjálpa fyrir þetta, vinnur. Ekki málið. Ok, vinnur. Herru, ég er einu aðkvæði frá að vinna þessa keppni. Þessi gömlu þreyttur hústur, þeir eru alltaf Rocket Queen. Þetta er bara strákur og toppalli. I like how it feels. Here I am, when you're Rocket Queen. Halló? Kvöldið. Góða kvöldið. Ég heyri að þú ert með góðan smekk. The K-Machine með þetta. Já, nákvæmlega. Hell yeah, ertu í Pitbull-klúbnum? Nei, reyndar ekki. Ok. Veist allan af Pitbull-klúbnum? Hann er ekki svo vitlaus. Ég er leiðin heim að skrá mig í oss. Ok. Hvað er samt þitt svona lag með Pitbull? Það eiga allir sitt lag. Ég er eitthvað ekki að ákveða lag, ég bara fíl þetta. Þú vilar þetta allt saman, nákvæmlega. Herru, takk hérlega fyrir þetta. 3-3. Takk fyrir ekkert. Herru, staðan er ekkert 3-3, staðan er 4-3 fyrir mig, Hjörðan. Nei, 3-3. Nei, staðan er 4-3. Nei, hún er 3-3. Já, þetta er upp í 4. Kannst ekki að telja? Jú, sorry. Ok, frábært. Herru, það er úrslita. Mr. 305. Það er úrslita. Mr. Worldwide. Herru, maður sjá. Þennan hlustanda. Hver hefur vinningin? I don't play football, but I've touchdown everywhere. Það er slagið sem að þú varst með. Ég? Rocket Queen? Rocket, já. Þekki ég þig, maður. Takk æðislega fyrir þetta. 4-3. Blöðmannin er búinn að vinna flottilega keppnina. Takk æðislega. Takk, 1-8 aðkvæði. Akkur. Ef það er mitt, þá er ég jafntefli. En annars vinnur þú. Viltu vinna bara með einu? Akkur. Viltu ekki alltaf vinna með 2? Akkur, 8 aðkvæði. Viltu ekki alltaf vinna með 2? Ég bara, veist, my fuel is winning. Nei, veist bara gaman að vinna. Veist hvað, ég heyrði það á öllum sem að völdu þitt. Já, ok. Ok, ég skal gefa það réttið nota. Ok, hvað segir þau? Hann á sens að jafna. Svekkjandi. Rocket Queen! Þekki ég þig. 5-3 yfirbörðarsigur. Takk fyrir þetta. Velkomið. Herri, takk. Herri, jæja, þá er flottulega-keppnin búin að sinni og þetta var í fyrsta sinn sem við keppnum. Herri, ég er búin að fatta það. Allir Pitbull-aðdáðanir er í ræktinni. Er í ræktinni? Er að lifta núna. Ég ætla bara, herru, ef við ekki að spila hérna smá búta eftir á lægin og að við fáum lægin.
Nei, ekki gera það, svona ángrís. Þetta alveg hella leiðilegt lag, sko. Þetta hella leiðilegt, sko. Nei, hlustu á viðlagi. The Queen of Heaven and be a little younger. Nei, ángrís, þetta alveg hella leiðilegt, sko. Hvernig getur þú sagt það? Fílar ekki Guns N' Roses? Jú, það alveg eitt lög með þeim, sko, en... 1-2 lög, þetta hægt að dyrka Pitbull og segja sér 1-2 lög góð með Guns N' Roses. Hefur einhvern tíðan tónlistamæður í sögunni átt aðeins ár eins og... Ég skil þetta ekki, sko. Hefur einhvern tíðan, segðu mér það bara, hefur einhvern tíðan maður átt svona ár eins og Pitbull átt í ár? Já. Svarið því nei, væntanlega. Jú, Rihanna átti betri ár en hann. Nei. Víst. Beyoncé Knowles líka. Eru margir rappar sem geta skiptið úr ensku yfir í spænsku svona? Örugglega margir, það bara... Eru margir sem hafa aldrei spilað fótbolta en skora snertimörk allstaðar? Allstaðar. Það er búið að vera sannur heiður að vera hérna með þér í dag. Því miður labba þú ekki hérna út sem sigurvegari. Jó, svona ég veit alveg að einstinni ég sigurvegari. En við verðum mættir hérna aftur næsta 5. dag og Hjörvar, en ég minni á þáttin á morgun, þá verður sveppinum hvað? Nei, ég sé hérna á chatinu hérna Facebook, menn eru hérna að segja, hey, Pitbull, Planet Pitbull. Nei, já, svona ángrís. Já, einhverju vinið þínir sem eru með jafn einfaldan Nei, þetta er bara, ok. Herru, dissaði eigin hlustendur, endilega gera það. Rosalega sniðut hjá þér, þetta kemur langt. Herru Hjörvar, takk aðeins fyrir að koma. Er eitthvað sem vil segja þetta í lókinu? Bye. Bye, segir Hjörvar. Herru, ég minni hins vegar á þáttinu morgun, þá verði ég og Sveppi á Selfossi og sendu þáttinu á þann. Það er föstudagslægi með Svessa Bergmann og ég veit að það er ríkala flott á morgun og svo verðum við einhverja gesti þarna á Selfossi og ætlum að fýblast eitthvað þar. Þannig að endilega stillin klukkan 4 á morgun, hann er að detta inn, Rikki G-bletturinn, hafið það sem allra best og gangið hægt og gleðuna dyr. Þið sem ætlaði að gera eitthvað í kvöld, 5-dagskvöld, reyndar í janúar, en ég myndi bara slaka á og kíkja í bíó eitthvað. Hvað? Heyrjumst á morgun. Hættu þessu væli, tafsari. Becks á Facebook. Við gefum kassa af Becks á hverju föstudags á FM 957. Nú getur þú valið 8 tegundir af hamborgurum. Hlöllabátar, ávallt ferskir. Office One, stærsti skiptibókamarkaður landsins.